Strákar mínir, til hamingju með að vera komin í úrslit í Reykjavíkurmóti. Já, takk fyrir að kella fyrir. Og Andri minn, til hamingju með fyrsta leikinn. Já, takk fyrir. Hvernig var tilfinningin? Þetta var rosa gaman maður. Það ekki? Það er flottur leikur, flottur að klára þetta og svo hefði pressa okkur í lokinn. Við gerum vel. Það ekki? Ertu einmanna í framlínunni? Nei, ég hef Kitta. Já, er hann að gera eitthvað fyrir þig? Já, hann mataði mig alveg nú. Og svona, hvernig finnst þér svona taktanum? Þetta var hörku leikur. Já, við tókum fast á sko. Já. Það var alltaf í okkur og nýttist í okkur. Fínt að fá svona leiki það sem maður þarf að hafa fyrir. Það ekki? Já. Andri, hvernig var það að horfa fyrst á þetta bekknum og koma svo inn í þetta? Hvernig leikur var þetta að koma inn í? Þetta var bara flott, eins og ég segja, það var mikið pressa okkur hana í lokinn og við gerum vel að halda boltanum og vera rólegir frá fyrir pressuna. Þannig að mér bara leið vel hérna á vellinum. Viljum við fá KR eða það er KR og hvað í undanhýðinu? Viljum við bara KR í úrslitaleiknum, eða ekki? Skiptir engum máli, við ætlum bara að vinna hvaða lið sem kemur. Þetta er rétt að skilja til hamingju með þetta. Sveinbjörn, til hamingju með sigurinn. Það er úrslit. Já. Hverju viljum við úrslitum? Já, það er bara eitthvað Reykjavíkurlið. Eitthvað Reykjavíkurlið? Það skiptir engum máli, ég meina þetta er bara allt mjög jafnt og alltaf frábært að spila KR og Leikni líka, við verðum ansækjum. Hvernig fannst þér leikurinn svona hjá okkar mönnum? Við vorum ekkert svakalega góðir. Nei, við náttúrulega vorum ekki góðir. Það var einstakar kaflar sem voru fínir og það voru ómargir sem voru ekki nógu afgerandi í dag sko. Þó að við glittaði í nokkra hérna sem voru fínir sko, þá þurfum við meira frá öllu liðinu sko. Og lið sem við höldum hreinu, við vinnum leikinn 1-0 og þú voru að geta sko spilað svona leiki og unnið. Við kemur svolítið náttúrulega að missa Hauk út í fyrraleik, kemur þeir náttúrulega svolítið blóð með honum eins og maður segja. Þetta leikmaður eins og Haukur Páll er náttúrulega mjög mikilvæg fyrir okkur og hvaða lið sem er. Og hans eiginleikar sko, eru það sem að við sjá í liðið, sko. Stórt hjarta og barátta. Sko. Andri kom inn í þetta núna fyrsta leikur, hvernig leist þér hann? Vel. Ég leist mjög vel á alla þessar strákar, sko. Það er bara þannig. Þeir eru allir mjög flottir, við þurfum bara að ná liðssigri, það var reyndar liðsigur í dag, það er ekki það. Ég meina, menn lögðu sig fram, en svona sóknarleikurinn hjá okkur og mikið af fylgsendingum og lítum vendum boltans og þú veist, það var svona þannig, en ég meina varnarlega voru menn að hlaupa tilbaka og menn voru að vinna vinnu. Það verður ekki tekið að þeim, sko. Það er undirbúningstímabil. Hvar eru við svona á skalanum hjá Gróli? Eru þið á pari með það sem þið viljið vera? Eru þið svona, hvernig metið þið? Nei, það er ómikið meiðsli og við höfum verið með lítinn hóp þannig lagað, þó að sé að bætast í það núna. Við höfum leikmenn inni, það er klárt, og það er bara þannig að þegar við erum komin með fleiri leikmenn þá verður meiri samkeppni og alvöru leikmenn þrýmast og alvöru samkeppni. Og það er það albesta sem gott lið hefur, það er fleiri en 11 menn sem er að spila. Og lokum lofar titl í hús á mánudagskvöldi? Ég lofa því að við mætum alltaf til leik, sko. Þú lofar því? Svo kemur við, við förum náttúrulega í leikinn til að vinna, sko. Það er alveg á hreinu og ég meina það hlýtur að vera þannig. Og það verður líka þannig með aðstæðingi, þannig að við þurfum bara að vera eins og menn.